Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Komið þið sæl, við heilsum ykkur hérna á austan. Í þættinum í kvöld ætlum við að líta við í HB Granda á Vopnafirði. Við erum náttúrulega svo heppnir að við erum með svo gott starfsfólk hérna. Þannig að það er alltaf gaman og mikið fjör á fólki. Við ætlum að reyma okkur íþróttaskónum fara í crossfit á Egilsstöðum. Já, ég eiginlega opnaði þessa stöð bara vegna þess að ég vildi geta æft crossfit sjálf. Og við ætlum að heimsækja Art Gallery Péturs Berens á Egilsstöðum. Hér er svolítið hestamyndum, tvær til dæmis eru myndskreytingar við Hrafnkels-söguna. En við hefjum leikinn á Breiðdalsvík á Kærleiksstöðum. Vigdís Steinþórsdóttir er hjúkrunarfræðingur, heilari og dáleiðir og ein af stofnendum Kærleiksdaga sem fyrst voru haldnir á Narfastöðum í Reykjadal fyrir 20 árum, en hún hefur haldið utan á þá síðan 2011. Kærleiksdagarnir eru 4 sinnum á árið víðs vegar um landið og er þetta í annað skipti sem að þeir eru á Breiðdalsvík. Fyrir nokkrum árum síðan vissi ég að þetta væri mitt hlutverk til að tengja saman fólk, til að æfa okkur í að gefa og þykja kærleika, til að við meðferðaraðilar þekkjum aðra og kynnumst öðrum meðferðaraðilum og getum vísa á aðra og svo líka til að bjóða þá að aðrir viti hvað er í boði og hvað við erum að gera. Venjulega erum við eina helgi en þegar við förum svona langt þá erum við svona marga daga, það er langt að keyra og líka það að þá erum við svo mikið að nota 2 fyrstu dagana í útiveru. Tengjast náttúruverunum, álfunum, huldufólkinu, hulinsverunum og það er það sem að við vitum að fólkið gerði í gamla daga sem talaði við þessar verur. Svo hefur það dálítið minnkað og týnst svolítið en þær vilja hafa samband við okkur, þær vilja geta hjálpað okkur og vera í samskiptum við okkur og við búum saman á þessu landi. Ég þekkti Austfirði mjög lítið þegar mér var boðið að koma hingað og það var svo skemmtilegt að ég fekk bara mail frá einhverju manni sem ég þekkti ekki neitt og spurði hvort ég vildi koma og vera á þessu hóteli. Og það var af tilekjan konu hér á staðnum sem langaði að fá svona hluti hingað austur. Mér finnst þetta dásamleg náttúra hérna, áin eða árnar og fjöllin og allt öðruvísi heldur en Vestfirðir, ég er alin upp á Vestfjörðum. Allt önnur fjöll, allt önnur orka, við vorum búin að vera mörg ár vestur á Vestfjörðum og mér fannst bara allt í einu tími til komin að leyfa Austfjörðunum að njóta. Svo ég sagði bara glöð, já takk fyrir mig að boða þetta og fór hingað. En hvernig er hérna lífið hér af þessum verum sem við almennt sjáum ekki? Fullt sko, fólki var að segja mér einmitt núna áðan, það sem við upplifðum hérna inni við fossin áðan, það var vatnavera, það voru alls konar verur, huldufólk og álfar og alls konar og það eru fjallatífar hérna á fjöllunum. Það er fullt af verum allstaðar og þær eru svo glaðar að fá okkur. Fyrst eru þau svolítið feimnar þegar við erum að koma á nýja staði en svo taka þær okkur fagnandi og eru mjög glaðar með að fá þessa orku og við notum eins og að við vorum að spila fyrir verurnar og jörðina og náttúruna. Þarna áðan. Vilborg býr í Eyjafjarðarsveit en tók einnig þátt í Kærleiksstöðum á Breiðdalsvík í fyrra. Og ég kem hingað til að njóta og er með býð upp á svæðinaut og heilun með tíbetskálum. Vilborg var svo sem spilaði á tíbetskálar inn við Beljanda. Þannig erum við bara að fara út í náttúruna og bara njóta að vera til. Njóta náttúrunar og það er svona, og svo náttúrulega er misjafnlega hvernig við upplifum. Hvað við erum að finna í náttúru, hvort að við erum hreinlega að sjá bara einhverjar álfa eins og margir hafa verið að sjá eða við erum bara að vera og njóta fyrir orku. Spila fyrir fallega náttúru. Þann tíma sem við vorum á Breiðdalsvík fór meðal annars fram svokölluð kakóserimónía. Kakói kemur beint úr Karabíska hafinu, úr kakóbauninni án þess að vera neitt unnin og þetta er eitt af því skemmtilegasta ævintýri sem ég hef lent í. Að ég bara hitti konu í 10 mínútur í Bretlandi í haust. Hún gefur mér kakóbaunir og ég hugsa hvað á ég að gera við þetta? Hún kom hérna til Íslands og ég gat ekki hitt hana. Ég hef aldrei hitt hana meira en þessar 10 mínútur í Bretlandi í haust. Hún gefur mér þessar kakóbaunir og segir
bara biti kakó, súkkulaði úr þessu. Og ég bara vissi ekkert hvað ég átti að gera, en galdurinn þegar þetta fór að gerast og verða súkkulaði, en þetta hreina súkkulaði á nokkur sykurs, á nokkra aukaefna, beint frá náttúrunni, er ofboðslega holl, þetta er talin fæða guðanna, ofboðslega andóksun í þessu, miklu meiri heldur en bláberjunum okkar. Þetta opnar hjartastöðun okkar og ekki veitur okkur ef við ætlum að vera í kærleika, þá þurfum við að hafa opið hjarta til að kunna að gefa og taka á móti. Og þetta sem sé opnar hjarta okkur og hjálpar okkur að losa okkur við gamla drauga sem við viljum ekki hafa í okkur lengur til að verða tærar og fallegri farvegur fyrir ljósi. Í kakóðu hérna er ekki bara sett vatnið úr krananum hér eða? Nei, það var nú svo skemmtilegt á þessum staði, við erum ekki með kranavatn. Við fórum einmitt og tókum vatn úr ánni og ekki nóg með það við tækjum bara vatn úr ánni, þannig við fengjum fjallaorkuna hér til okkar. Heldur var spilað á kristalskálar og tíbetskálar fyrir vatnið til að fá tíðnina úr þeim inn í vatnið í okkar líkama. Þú ert hér á kærleikstum á Breiðdalsvík. Hvað dregur manni eins og þig hingað? Ég maður náttúrulega kynntist andlegum málefnum í gegnum AA. Því þar er náttúrulega bara ekkert annað að ræða. Tengir maður eitthvað lengra eða maður heldur bara áfram að vera fullur. Og svo byrjaði ég að hugleiða fyrir einhverjum 13 árum, búin að vera 25. Og hef verið að hugleiða í Bandaríkjunum og Þýskalandi, oft farið til Bandaríkjuna. Og svo kynntist við þessum dásemdarhóp hérna sem eru huglæknar og fjarlæknar og fólk sem sér, ég veit ekki hvað margar vítir, alls konar verur hérna út alla trissur. Og sko þegar maður er opinn og vill eitthvað gott inn, þetta snýst ekkert gáfur, þetta líf, það snýst maður er opinn eða lokaður, að þá náttúrulega bara finnur maður hvað maður fær mikið og kemur með mikið hér. En þú býr í Reykjavík, komin hingað á Breiðdalsvík í friðin, er meiri friður á Breiðdalsvík en í Reykjavík? Nei, það er, eins og ég segi, sko, friðurinn er náttúrulega bara inn í hausnum á manni. Mér finnst raunverulega allstaðar friður, hvort sem er á útikamri, út í sveit eða ábyggilega í dómkirkju eitthvað staðar. Ég sé engan mun á stöðunum. Það er allstaðar er gott að fulla. Sérstaklega stórt halli mótujól og þegar ég er búinn að loka hjálminum, þá er ég bara í hrókasamræði við almættið og hugleiði á hallin. Pétur Berens fæddist í Hamborg í Þýskalandi en hefur búið hér á landi í yfir hálfa öld og hér fyrir austan ásamt Maríettu konu sinni síðan 1986. En af hverju ákvað hann að koma til Íslands? Kynnast þessu landi vegna þess að ég var búinn að kynnast íslenskum hestum og allir sem kynnast þeim, þeir vilja einhvern veginn að sjá eyjuna og kom og fór svo aftur en leist ekkert á að vera í Þýskalandi eftir ég var búinn að kynnast því hvernig það er að vera á Íslandi. Pétur stundaði myndlistarnám í Hamborg og Berlín og kendi svo síðan meir við myndlista á Handíðaskóla Íslands. Nú til dæmis megnið af myndunum eru hestar. Hvað er það við íslenska hestin sem grípur því svona? Sko hann er sérstakur á því leyti til, hann er með 5 gangtegundir og hann er ræktaður. Það er ræktaður markmið að hann hafi 5 gangtegundir og það sé ekki mikill munur á þeim að gæðum. Þetta á að vera hestur með 5 góða gangtegundir. Það er einstakt. Þetta kemur á sjálfu sér þegar maður er í það miklu sambandi við hross, árið kring og sér þau í höfum, í vondum veðrum eða liggja í sólinni hásumar. Þetta er allt myndir og ekki síður auðvitað hreyfingarnar. Hestar hafa verið tema hjá mér lengi út af minni sögu í sambandi við tamningar og hrossarækt. Hér er svolítið hestamyndum og 2 til dæmis eru myndskreytingar við Hrafnkels-söguna. Þarna er Freyþaxi, það verður smalan allan daginn. Þarna kemur hann og klagar
til Hrafnkels og segir hvað hafi gerst. Og hann segir þá, illa þykir mér að þú sért þann veg fóstri minn, segir Hrafnkell við hestin. Fyrir jólin kom út listaverkabókin Hestar eftir Pétur, en í henni eru ríflega 100 myndir tengdar hestum og hestamennsku. Bókin er á 3 tungumálum, en það er ein blaðsíða í bókinni sem sker sig úr. Þar eru margar litlar svarthvít teikningar af hestum á stökki og á skeiði, á tölti, í hindurhlaupi og allt mögulegt. Tilurð litlu teikningana má rekja til verslunarferða Péturs í fóðurblönduna. Þar þarf maður að skrifa á svona leiðinda skjá, óskaplega leiðilegt og svona, þetta leiðir hljóð mér að segja. Og þess að þetta sé ekki svo óskaplega leiðilegt þá byrja á því að gera litla teikningar af hestum. Og Elvar forstjórinn, hann gaf mér í jólagjöf stórt safn af þessum teikningum og texta með. Og hann er mjög góður, hann er mjög skemmtilegur. Þannig að þetta eru þínar undirskriftir? Þetta eru mínar undirskriftir, já. Og þessi var bara vel tekið. Ég sagði, ég nenni ekki að skrifa undir, má ég tekna hest? Jú, allt í lagi. Er eitthvað eitt sem er skemmtilegra að fást við heldur en annað? Í sambandi við listina. Það er eitt í sambandi við vatnslitina. Það er svolítið, það er alltaf hætta. Vatnið og liturinn, þetta er svolítið sjálfstætt. Þú stýrir þetta bara að vissu marki. Og það er spennandi, það er gaman, þá er það kannski svolítið spennufíkill. Að þetta þegar maður hefur stórt blað og góða liti og góðan pappír sem tekur vel við litunum, þetta er bara svo spennandi. En Pétur hefur líka mikið dálæti á einu stað á Héraði. Hér er sería, hér eru 2 myndir, svo eru þarna fleiri frá Langhús upp í Fljótsdal. Þetta finnst mér ákaflega merkilegur staður. Þarna standa uppi gömul hús, elsta frá því fyrir 1900 og til Baldurs þarna upp í Langhús hef ég farið 20-30 sinnum held ég og hérna bóndi leifir mér að fara á túnu og fara með bílinn þangað sem ég sé húsin eða þetta móti best og hérna svo tek ég til og með alla græjur í bílnum og byrja að mála. Og málar bara í bílnum? Ég mála bara í bílnum. Ég er búinn að koma því þannig fyrir, ég veit alveg hvernig ég get gert þetta, þótt þröngt sé, en það er langskemmtilegt að vera á staðnum og þá koma áhrifin frá öllum hverfinu, frá litum og línum og formum og hérna, það er mín aðferð, sko. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.